Já, komið sæl og blessuð. Við þetta rauða borð ræðum við samfélagið frá ýmsum hliðum. Við ræðum menningu, við ræðum stjórnmál og í dag ætla ég svolítið að reyna að komast undir yfirborðið á sambandi menningar og stjórnmála og hvernig menning getur breyst og þróast eftir því hvaða stjórnmála tíðarandi skekur samfélag okkar á hverri stundu. Til að fá aðstoð við þetta verkefni komin til mín velþekktur og gamalreyndur leikstjóri, svo nokkuð sé nefnt, Lárus Ýmir Óskarsson, velkomin til okkar. Takk. Nú kosningar nýafstaðnar og við erum að reyna að mynda hér ríkisstjórn, eða 3 flokkar eru að reyna að mynda ríkisstjórn. Fylgist þú spenntur með þeirri viðleitni að búa til nýja ríkisstjórn eða lætur þér fátt finnast? Eiginlega hvorugt. Ég fylgist með og auðvitað skiptir þetta máli og ég læt mér ekki fátt finnast vegna þess að ef það kæmi einhver önnur stjórn sem við þurfum ekki að nefna þá því ég frekar dapur. Já. Þannig ég held að þessi kostur sem í spilunum núna sé áhugaverður og gæti leitt til góðra hluta. Já. Og en ég svona hjarta mitt slæðir ekki alveg í takt við fréttirnar sko, þannig að ég horfi svona aðeins á þetta. Já. Af sjónarhóli fuglsins svolítið. Svona ofanfrá og svona eins og maður lítur yfir skákborðið. Já. Og sá fugl syngjandi eða hann þögull? Hann bara eins og góð skákmanni sagði mér, bara íhugull og vakandi. Einmitt. Sko, þú kannast við það sem stundum heyrist að það skipti í rauninni engu máli hverjir stjórni hvorki þessu landi né öðrum löndum sem að sjálfsögðu ekki rétt en þetta lýsir ákveðinni svona, kannski getur maður sagt uppgjöf, þetta lýsir ákveðinni þreytu almennings gagnvart menningu stjórnmálana. Eitthvað það að segja, hafa stjórnmál þróast til hins verra bara svona heilt yfir? Sko, margt að þetta segja, sko, eitt sem að fólk virðist ekki, sérstaklega ekki stjórnmálafólk og þeir sem fjalla stjórnmál virðast ekki hugsa mikið það að samfélagið í stöðri breytingu og við höfum á undanförnum áratugum upplifað alveg gríðarlega breytingu. Já. Það ekki bara samfélagsmiðlar, heldur bara allir hlutir hafa breyst. Samt stjórnmálin alveg eins skipulögð eins og þau voru. Já. Hvað varðar áhrif stjórnmálamanna þá held ég að þau skipti alveg tímalaust máli en að stjórnmálamenn og aðrir ofmeti líka hvað þau skipta miklu máli. Það að segja, ef við lítum á bara þær hreyfingar sem eru í menningunni bara á öllum Vesturlöndum núna. Já. Þá það ekki sko, það ekki einhverja mannaverk. Sko þróun í samfélögum ekki og stórar breytingar eru ekki mannanna verk að því leyti til að það séu einhverjir einstaklingar sem gjarnan eru skrifaði fyrir breytingunum sem hafa ollið þeim. Okay. Sko, eins og þú kannski veist, þá var ég með því að stofna hóp sem gerði þjóðfund sem heit Mauraþúfan og hugsunin í kringum Mauraþúfuna sú að lítið dæmisaga sem var að það á sem flæðir í skóginum einhvers staðar og hún grefur úr bakkanum. Já. Og nálægt bakkanum stendur Mauraþúfa. Og þetta bara það sem raunverulega gerist að eftir því sem áin grefur úr bakkanum þá færir Mauraþúfan sig. Já. Engin maur veit af þessu.
en mauraþúfan veit af þessu. Þannig að þessar stóru hreyfingar í samfélögum, þær gerast ekki á þann hátt, sko, breytingarna sem urðu í Evrópu í sambandi við þegar að siðaskiptin urðu og svo framvegis voru ekki vegna Martins Luther. Nei. Martin Luther var bara boðberi þess sem að var í spilunum akkurat á þenn tíma. Já. Það hefði getað verið einhver sko Jonathan Smith eða einhver sem hefði gert það sama. Það var bara komin tími á það að hrinda katólskunni þarna á þessu tíma og þau gildi sem að lutherismin og mótmælendatrúin stóð fyrir bara það var komið tími á þau og sama annars konar breytingar sem verði í samfélögu það er bara gerast. Þannig að sko stjórnmálamenn hafa vissulega sérstaklega til skamstíma geta haft áhrif, þeir geta fært til peninga innan samfélagsins, þeir geta farið í aðgerðir sem að þú veist í sambandi við bara infrastruktúr og allt mögulegt sem að auðveldar samfélagsþróunina og það eina sem að í rauninni stjórnmálamaður ætti að hugsa og gæti hugsa það er að segja það er að hvert viljum við að samfélagi fari og svo reyni ég að gera mitt besta með einhverjum litlum hlutum til þess að freka færist í þessa átt heldur en hina. Og eftir ár þá er þessi aðgerð sem að ég held að væri svo besta til þess að ná í þessa átt ekki kannski relevant lengur og þá verð ég bara að breyta, þá verð ég bara að breyta taktik alltaf með markmiðið í huga. Og það er náttúrulega algjörlega út í hött og ég held að ég vil vita það sjálfur stjórnmálafólki vita það sjálft þegar það segir að ef ég kemst til valda eða við komst til valda þá ætlum ég að gera þetta og þá verður hlutinni svona sko samfélög eru það sem er kallað chaotic system Það er að segja að það eru ótal þræðir sem eru í gangi, ótal öfl sem toga sitt ykkur áttina, alls konar hluti sem geta gerst. Oft gerast mjög stórir og óvæntir hlutir, kallaði svartur svanur, þú kannski heitum það. Og þannig að ef einhver stjórnmálamaður fer upp í pontu og segir ég ætla að gera þetta og þá gerist þetta, þá er það bara óskikja í besta falli. Því að hlutinni gerast, shit happens eins og þess að segja og það eina sem við getum gert bæði sem samfélagsmeðborgari við viljum hafa áhrif og stjórnmálamenni, það er bara að hafa einhvers konar markmið, hafa einhvers konar áttavita til dæmis bara jöfnuð eða eitthvað því líkt og svo bara það sem ég geri á hverjum tíma er eitthvað sem ég held að liðki til eins konar skóhorn fyrir það að hlutindin fari í þá átt. Já. Þannig að sko valdstjórnmálumann er mikilvægt en það er ekki það sem að skiptir öllu máli eða leysir málin sko. 2 spurningar kvikna hjá mér núna. Önnur svo, við skulum taka hana fyrst. Að hvaða leyti eru stjórnmálin öðruvísi heldur en allt annað eins og þú nefndir áðan? Sko stjórnmálin eru sem sagt, þetta kerfi sem við vinnum eftir var fundið upp verið að minna fyrir 150 ára síðan og kannski meira og eftir því hvað staðu meða við og það sem sagt var formað út frá því samfélagi sem þá var til og þá var samfélagi mikið einfaldara heldur en það er núna það, mikið og hagsmunahóparnir voru miklu hreinni og þá voru stofnaðir og flestir borgararnir óupplýstir já og þeir eru það reyndar ennþá meira og minna þrátt fyrir menntunina stjórnmálulega séð allavega og en sko þá var auðvelt að stofna flokka svo verkamannaflokk, bændaflokk og og svo einhverja kristilegan flokk og eitthvað svona og þeir stóðu fyrir ákveðin
ákveðna hagsmuni og þetta var mjög eðlileg framvinda eftir að aðallinn hafði kúað fólk og kongarnir að þá kom fólki til tals og það kom í gegnum og til þess að það væri einhvers konar átök og samtal það hvernig gæðunum væri deilt að þá voru stofnaður hópar sem voru fulltrúar hagsmuna sem voru ekkit rosalega flóknir. Þeir voru tiltölulega einfaldir. Núna þetta þannig orðið að samfélagið ótrúlega mikið flóknar að þú getur að vísu tekið kannski 20% af þjóð eða af kjósendum og sagt að þeir séu svona nokkuð skýr, það að segja að þeir allra ríkustu kannski 10% og þeir allra fátækustu kannski 10%, samanlagt 20%. Restin einhvers konar svona miðja og allir flokkarnir að slást þessa miðju. Og það bara smekkur sem ræður, ekki hagsmunir. Það bara sko, þú getur haft 2 manneskjur sem sita hvora móti annarinn á kontór, konur, þeir eru báðar giftar kennurum og ég hafa 2 börn hvor og önnur sósíalisti og hinn í miðflokknum, skilur. Og það bara smekksadri. Önnur vill alltaf vera helst í svörtu og önnur vill vera í litum, skilur. Það er bara álíka, skilur. Og það sem að stjórnmálaflokkarnir að gera núna, þeir eru að reyna að vera sætir og sjálfmennandi og fyndnir og eitthvað, nú síðast á TikTok, til þess að tæla, skilur, einhverja til síns að segja, já, ég fíla þennan, skilur, og þannig að hugmyndafræðin í rauninni, og hluti af því náttúrulega hugmyndafræði, sem hafa á þessum 80% hafa ákveðna íhaldssama hugmyndafræði eða hægri sinnaða hugmyndafræði og aðri vinstri sinnaða og einhverjir sem vilja vera beggja blansir í miðjunni en þetta sem sagt ekki þannig að þetta kerfi sem var hannað fyrir hagsmunahópa til þess að takast á þjóðþingunum og deila, það algjörlega outdated og það annað í sambandi við það sem að gera það slæmt og það það að þetta svo kallað zero sum fyrirkomulag, það að segja zero sum því það að það getur bara annar unnið eða útkoman úr þegar 2 eigast við alltaf 0 eins og í skák, eins og í handbolta og fótbolta og svona, og fólki þykir það spennandi og þess vegna þetta svona ákveðin sirkuspólitíkin vegna þess og útkoman svo að til þess að ég fái atkvæði þá dugir mér ekki að segja fyrir hvað ég stend og hver mín gildi og hvert ég vil að samfélagi fara heldur þar ég að segja að ég sé ofsalega klár og flottur og að þú sem ert í framboð á móti mér sért bæði sko falskur og heimskur og þetta skapar þessa hvað heitir það, sundrun eða sundrungu sem verður í samfélaginu þar sem fólk bara best á banaspjótum skilur ekki út af því að sko ok, stefnar flokks kannski notað sem barefli en oft þetta bara skilur dálítið ljótt. Það líka annað sko sem að ég held að til dæmis við Íslendingar hafi svona fjarlægt okkur trausti á stjórnmálin og það svo hefð sem skapast hefur ekki síst þegar sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn og það þessi ómenning, vil ég segja, frekar en menning að þeir flokkar sem að ríkja í meiri hluta á hverjum tíma þeir ráða öllu en minnihlutinn ræður engu sem raunverulega skiptir miklu máli. Auðvitað geta þeir lagt fram einhver þingmál og það kemur fyrir að á 5 eða 10 ára fresti að einhver þingsályktunartillögu að fer í gegn frá einhverjum í minnihlutanum en þetta ekki mál sem skipta neinu máli og þegar maður horfir á alla þessa sóun sem á sér stað inn á Alþingi segjum sem svo að valdahluturinn væri 51-49 núna og 51% réðu þá öll og 49% réðu engu ég færði þetta í tal á opnu fundi núna daginn í stúdendakjallaranum að hugsaði þann vinnustað hvort að hann þætti funksjónal þar sem það væri einhver klíka á vinnustæðanum og hún væri 51% starfsmanna og hún réði öllu og allt vinnuframlag allra hinna 49% á vinnustæðanum það væri eins og að hérna ekki Sísófos sem að þurfti alltaf að
að hérna fara með steinin sinn þunga upp á hverjum degi upp á hæðin svo rúlaðan aftur niður aftur það er ekki síst þetta sem að mér liggur við að segja að almenningur fyrirlítur við stjórnmálin það er sko þessi algjöra fyrirlitning gagnvart lýðræði þar sem að allir fulltrúarnir eigi að hafa eitthvað þetta er skilgildi ákvæmi þess að sem við vorum að tala áðan það er að segja að þessu hérna winner takes all hérna það er að segja að hérna allt eða ekkert sko og þetta er náttúrulega eins og það kemur fram í því sem þú segir er bara einn af aðal meinsöndunum sko. Það sem að hefur getað hjálpað sumstaðar eru minnihlutastjórnir þar sem að það er kannski einhver flokkur eða tveir sem að eru í ríkisstjórn en þeim hafa ekki þingmeirihluta og þurfa að semja í báðar áttir og þá verður oft úr svona stór samkomulög sem að hérna þá verður þessi hérna þetta stolt og þessi remba að þú veist að það er ég sem hef valdið hún verður ekki eins ríkjandi heldur sko þá er grunnstaðan svo að nú finnum við út úr þessu krakkar hérna, en sko þetta er í rauninni sko það er fyrir annan og lengri þátt sko það er sko það þarf að gjörbreyta pólitíkinni það er svo margt í því sem að hérna þetta þarf að vera þannig að það séu skoðanir fólks sem er kosið á þing sem ráði, ekki flokkshollusta flokkshollusta er baneitra fyrirbrigði vegna þess að hérna og bara við þurfum ekki að kíkja á síðustu ríkisstjórn til að sjá að það er bara fullt af fólki í þeirri ríkisstjórn sem er stöðugt að ganga algjörlega gegn sinni betri vitund og þá er ég ekki að tala um það að maður get ekki samið og þú veist og komist að sameiginlegri niðurstöðu stjórnlagaráð til dæmis á sínum tíma var ótrúlega fallegt dæmi um það hvernig fólk sem hafði alls ekki sömu skoðanir samdi sig að niðurstöðu sem að og allir rök allra, hugsanir allra skoðanir allra skiptu máli en þau gengu inn í þetta með því hugarfari að nú bara gerum við það besta sem þessi hópur getur gert ekki það ég ætla að fá það sem ég hérna vildi ef það hefði verið kosnir inn á flokkunum þessir hérna fulltrúar þá hefði þetta engu skilað og aldrei orðið neitt vegna þess að þá hefði fólk alltaf verið að verja stefnuskrá síns flokks og ekki geta gefið sig þarna voru einstaklingar sem að bara notuðu sitt hyggjuvit gott fólk, notuðu sitt hyggjuvit til þess að finna lausn, finna málamiðlun sem að væri sko kannski fyrir mig kannski bara þetta er kannski bara ok, ásættanlegt og ég fæ eitthvað annað sem ég brenn fyrir í staðinn skilur og svona þyrftu stjórnmálin að vera en til þess þyrftum við að breyta einu pólitísku kerfi mjög mikið og það er sem sagt bara alveg prógram út af fyrir sig hvernig það er því gert sko. Ég hef með ákveðnar hugmyndir og það sem er náttúrulega bara hugmyndir en hérna en til þess að stjórnmálin verði í takt við þennan marglaga kúltúr, þess að marglaga menningu sem að ríkir hér og þetta er á við önnur Vesturlönd líka þá þarf annað fyrirkomulega, það þarf ekki þetta hérna annarkvort allt eða ekki hugafar sko. En sko annað sem að mér datt í huga á þann þegar þú nefndir það að ef það hefði ekki verið Martin Luther King þá hefði bara komið einhver annar og við varum að ofmeta mátt einstaklingana í hræringum veraldarinnar á hverjum tíma þú er semst að tala um svona hinn þunga nið hins kollektífa í samfélagunum og hérna
ef við trúum þér í þessu, erum við þá ekki leið að henda nýfrjálshyggjunni svolítið á haugana vegna þess að boðaði hún ekki öðrum fremur kraftaverkamátt einstaklingsins og mikilvægi einstaklingsins og talaði hún ekki einmitt fyrir því persónudýrkunin einstaklingshyggjan sem að hefur farið mjög vaxandi núna síðustu áratugi, sumpart til góðs, gleymum því ekki, það miklu, miklu betra að fæðast barn með eitthvað heilkenni og fá alls konar meðhöndlun og áhuga og athygli frá samfélaginu þegar fyrir hálfri öld þá hefði þetta barn hugsanlega hrokkið á milli skips og bryggju en gallarnir eru náttúrulega fjölmargir á því að halda allt stand og falli með einstaklingnum og einstaklingshyggjunni. Ef þetta rétt sem þú segir, var það bara nýfrjálshyggjan einhver misskilningur eða? Já, þú færi ekki til að segja náttúrulega skapaður gott nýfrjálshyggju sko, hún sko, það hefur verið sko, það hefur verið skipt menningarskeiðum sem eru ekki, það er ekki alveg rétt orð vegna þess að sko það hefur verið talað sem sagt það sem eru kallað maður sagt að sé hugarfar eða á vondur íslensku hugarför sem að hafa gengið í gegnum heimsöguna og þau hafa gengið í gegnum mismunandi heimsluta og mismunandi tímum og ef við förum tökum árið 1600 til dæmis þá sko var það algjör bara bannfæringarsök að segja að Guð hefði ekki ollið þessu og hinnu. Þetta var Guð sem hafði ákveðið þetta. Og ef þú hefði sagt þá við félagaðinn að sko, þetta er bara ekki svona, við þurfum bara að finna út úr þessu sjálf. Já. Við þurfum bara að rannsaka þetta og sjá hvort þetta stendur á vísi í Biblíunni en nú er þetta á við náttúrulega öll önnur trúarbrögð líka en til þess að vita sannleikann þá þurfum við bara að athuga það taka fram stækkunarglerið eða stjörnuskíkin eða eitthvað þingulit en það var það sem gerðist með endurreisninni sko, þá bara kom fram ný hugsun sem er í rauninni ennþá ríkjandi. Hún er kallað sko, þetta er dálítið erfið, sko, það er talað modernisma en það er kannski betra í þessu talað enska orðið modernity. Sko, þetta er í rauninni svo hugsun sem að sko, nýfrjálshyggjan er svona og það gerist með öll þessi hugaför við förum ekki yfir þau núna öll saman en sko að þau úrkynjast þau á þessum tíma var rosalega gott að losna við þessa trúakreddur og að maðurinn fengi að hugsa sjálfur og taka ákvarðanir sjálfur og rannsaka sjálfur og gera hluti sjálfur en þessu fylgdi alls konar hluti ég meina það fylgdu vísindið og gufuvélinn og það var komið iðnaður og samfélögin gjörbreyttust og þetta var allt annað heldur en þessar myrku miðaldir sem hafði verið þarna áður og þannig að þegar svona menningarbreytingar verða þá eru þær alltaf til góðs ljós upplýsingabyltingarinnar það skeinskært nákvæmlega en það sem gerist alltaf er það að þessi grunnhugsun þú veist afrek og gera díla og þú veist grafa jörðina fyrir kol eða þú veist og allt þetta fer alltaf í öfgar þetta fer yfir í eitthvað og verður eitrað og þá þarf að fæðast nýr hugsunarháttur sem að gerði með þú veist það er hugsunarháttur sem að hefur verið kannski sem við höfum þekkt vel síðustu kannski 20 árin þú veist að það er ekki afreksmennin sem gera þetta eða þú veist heldur þurfum við að tala saman við haldum fund og komum okkur saman og við passum náttúruna við erum make love not war og allt þetta skilur sem er nýtt hugarfar en sko að því að peningarnir og afl peningarnir á bakvið því sem að ég get kallað modernity að ég lýsa þetta í betra orði sko
þá heldur það áfram og það sameiginlegt með öll kerfi saman hvort þú ert að tala um lítil kerfi eða stór kerfi, ég meina að þú ert að tala um kannski einhverja stofnun sem þú unni hjá eða einhver stjórnmálaflokk eða alþingi eða að það sameiginlegt með öllum þessum kerfum að þau reyna eins og þau mögulega geta og einstaklingarnir sem að hafa það gott innan þeirra að gera allt til að stoppa það. Þetta hluti af því að nýja stjórnarskráin var stoppuð. Bara ekki breyta, við höfum það fínt núna, ekki vera hræri í þessu. Og þetta bara alveg bara tendens sem algjörlega algildur að valda öfl, þau reyna að halda sínu. Og það sem að valda öflin á bakvið modernity, það að segja peningarnir og allt þetta, þau bara eru svo sterk að þessi nýju gildi að við séum öll jöfn og svo framvegis, þau bara fá að þrífa svona á kantinum, en í rauninni grunnstruktúrarnir peningakerfin og svo framvegis eru bara ennþá á hraðsiglingu fram yfir hengiflugið í löngu úrsígengnum hugsanarhætti. Þá verið að verja völd og skiptir það meira máli en nokkuð annað þegar við sitjum uppi með verðtryggingu, við sitjum uppi með hávaxtastefnu, við sitjum uppi með hagsmuni fjármagns eigenda alltaf langt umfram hagsmuni almennings og skuldara. Við sitjum uppi með stefnu Seðlabankans sem að virðist bara á köflum vera skít sama almenning og skít sama fólk sem að berst í bökkum og á í vanda. Þeir virðast bara auksum peningastofnanir. Eru þarna alltaf bara völdin að tala Já, sko ég kann ekki að fjalla einstakar hluti eins og stýrivexti eða slíkt sko, en sem prinsip þetta bara á hreinu að þeir sem hafa völdin, þeir gera allt til þess að halda þeim og auka þau og þetta bara, þú veist, þetta bara þú getur farið niður í smæstu einingar samfélagsins og þetta bara rosalega ríkur tendens og þú þarft einhvers konar þroska og einhvers konar víðsýni til þess að ganga út úr valdahlutverki og segja þetta ekki rétt, þetta á ekki að vera svona, ég bara afsæla með þessum völdum. Oft virðist þurfa slys í fjölskyldum valdafólks, dauðsfall eða eitthvað svoleiðis sem opnar þess vegna eins og fjárhagshrunið sko, það svona hjá aðeins tímaböndið einhvers konar skarð í þennan skjöld og út úr því kom eitt og annan, til dæmis þessi vinna með stjórnarskrána sem síðan var eyðilögð því allir voru búin að jafna sig og vildi ekki láta taka spón og sínu vaski. Út úr sko búsáhaldabyltingunni og eftirmálum hrunsins kom mikil von sem ég held að við höfum meir og minna verið að jarðsyngja bara í kyrrþey hægt og rólega síðan. Og það svolítið áfall sem að ég held að sé kannski pínu óuppgert að sko það fættist von sem að ekkert hefur orðið úr. Sko hún er allavega búin að fá sér hádegislúrin og en sko ég held að séu mjög margir, þú veist, þetta gerist á svona breytingar gerast á tveim plönum, annars gerist það svona eitthvað offisítt plan og við horfum á það og það ekkert að gerast. Nei. Það bara þeir sem hafa völdin eru bara að styrkja þau og þeir eru bara að passa upp á sitt og svona en svo hæð fyrir neðan eða ofan eftir hvernig maður vil líta á það sem að alls konar fólk gott fólk, skynsamt fólk reitt fólk leitt fólk að hugsa skilurðu og að vinna að gera alls konar hluti og ég held að þessi kerfi sem eru í gangi eins og til dæmis alþjóðlega fjármálakerfið, ekki bara það íslenska við getum tekið náttúruna og hvernig verið að fara með hana þetta eru kerfi sem eru ekki sjálfbær og munu hrynja þau munu hrynja
og það verður rosalegt brak og hávaði þegar það gerist og það þarf að gerast og það verður erfitt. Eina sem ég sé gott við við kjör Donald Trump í Bandaríkjunum að sennilega flýtir það fyrir þessu hruni. Og ekkert gott geti gerst fyrir það í loknum, mennur? Ég held ekki, ég held að við eigum eftir að fá það mikið erfiðara áður en við fáum það betra. Já, af því að ég nefndi menningu í aðfararorðum í inngangi og þú náttúrulega, ég kannast bara við þig sem mann menningarinnar. Ég veit að þú bjóst til margar bíómyndir og hef svona bara fylgst með þér sem einum af vormönnum rísandi Íslands í kultúrísku tilliti. Ég hitti oft fólk, finnst mér núna, sem að talar plebban í samtíðinni og svona menningin, hvort sem að við erum að tala menningu inn á listasöfnum eða bíómyndum, bókum eða bara þessi almenna menning frá morgni til kvölds, bara það að við sitjum hér tveir er menning, hvort sem það kveikt á hljóðnamunum eða myndavélum eða ekki. Þetta bara svona, maður orðinn gamall kall, öskrandi reiður upp í skýin og upp í heiminin, besservisser, sem að horfi tilbaka og finnst í nostalgíun og allt hafi verið miklu betra þegar maður var yngri. Maður ságaur eða plebbin einhvern veginn, markaðsvirði plebbans hærra þessa dagana en oft áður? Mér dettur í huga að setja það í samhengi við það sem hún nefndir með stjórnmálinu og TikTok-væðinguna. Plebbin hefur alltaf náttúrulega setið í öndvegi, leikum við að segja. Ég meina ef við tökum bara, nú ég bara að segja skoðun sem ábyggilega sums staðar óvinsælega, en sú staðreind að Sjálfstæðisflokkurinn fékk öll þessi atkvæði á sínu tíma. Og fólk ennþá að tala núna að bankin hafi verið svo mikið öðruvísi áður fyrir þegar ég fer til náms í Svíþjóðar og ég tek upp hægra blaðið þar, þá það þá það bara, þú veist, þetta bara svo þjóðviljinn, þetta þeir voru á móti Víetnamstríðinu og þú veist, og Sjálfstæðisflokkurinn keyrði á þetta stétt með stétt og það var fullt af fólki sem að í rauninni kaus, að mínu viti aftur, algjörlega á móti sínum eigin hag. Svo ég nefnir aftur Svíþjóð, ég finn ekki að ég hef ekki fleiri referensa í fleiri löndum svona í návíi heldur en að því ég bjóð það lengi og vann og lærði. Einn fyrsta veturinn sem ég var að úti var frétt í sjónvarpinu mann sem vann í verksmiðju í Norrköping og það var sérstakt innslag í fréttunum það að því að þessi maður sem vann í verksmiðjunni, hann kaus Moderatena, hægriflokkinn, og það var viðtal við hann og eins og bara hvert hann að viðundur þú veist, og stjættavitund og þar með fjöldi plebbana hér á Íslandi náttúrulega bara hann hefur frekar minkað heldur en aukist ég Mér finnst bara svo erfitt að taka umræðu nú orðið sem snýst inntak og samhengi og það sem fer svona undir yfirborð hlutana. Mér finnst þetta nefnilega tengist tímaleysinu, þetta tengist samfélagsmiðlum, þetta tengist hraða internetsins, öllu þessu vali, hvernig við höfum ákveðið að ráðstafa tíma okkar grunnt og fara hratt yfir margt í staðis að fara á dýptina. Það kannski eitthvað svoleiðis frekar sem ég ætti að vera að setja þetta í samhengi við. Já, þetta náttúrulega málið það að allt það nú eitt af mínum kjörorðum, ef maður getur sagt svo, að allt flókið. Það bara gefið mál.
þú finnur ekki neitt sem ekki flókið. Það bara sérstaklega í sambandi við samfélögin og slíkt. Það hérna, ef þú tala fysiska hluti þá náttúrulega ekki flókið. Ég meina ef ég teki þetta glas og lyfti handleggina þá lyftist það og svo framvegis. En hérna í þessu titli sem við erum að tala þá er allir hlutir hafa fleiri en eina hlið. Og það sem hefur einkennt hugarfar og nú förum við aðeins á djúpið sko, það sem einkennt hefur hugarfar lengst af að þú hefur einhverja ákveðna skoðun og ákveðna lífsýn og allir aðrir hafa rangt fyrir sér sko en ef vel að gáð þá í skoðunum flestra, jafnvel þeirra sem þú myndir aldrei halda að þú væri sammála einhver punktur ef þú lítur á það frá þeirra sjónarhorni allavega sem þú ættir að geta skilið. Tökum rasisma til dæmis. Sko, við getum, þú og ég bara, þú veist sagt nei við rasisma. Það bara einfalt mál. Við gerum það. Já, en ef við skoðum eitthvað innan gæsalappa plebba sem eitthvað myndi kalla en bara heiðarleg og góð manneskja sem vinnur sín störf og býr eitthvað staðar í ekki Garðabænum, en eitthvað staðar annar staðar þá ef þú fer að spyrja hann á hverju hefur þessa skoðun á útlendingum og þú átt eitthvað lengra samtal við hann þá smán saman kennstu að því að út frá hans sjónarhóli þetta eitthvað sem ógnar honum eitthvað sem honum finnst hættulegt eitthvað sem skerðir hans lífsgæði með einu með öðrum hætti en þetta þýðir ekki það að við þurfum þó við höfum þessa skoðun það þýðir ekki það að við séum skoðanarlaus við höldum í okkar skoðanir og við berjumst fyrir þeim og tölum fyrir þeim og svo framvegis en ég held að þetta aldrei holdt að hafa í huga að sko mér finnst sko eitt í sambandi við pólitík síðustu ríkisstjórn já vinkonu við tölum oft pólitík og hún býsnast gjarnan út í Bjarna Ben og allt hans lið og hefur stórlýsingar á þarum og ég sagði við hana Bjarni við erum nokkuð sammála, ég og þessi kona pólitík og ég sagði sko, Bjarni Ben, þú hefur hann þarna hann hefur sína skoðanir þú ert ósammála þeim og hann sá sem hann segist að vera skilur, hann sýnir það í verkum sínum og orðum hann vill ekki jöfnu til dæmis já, hann bara þar og þú ert að móti því og þú getur barist að móti því og hann spiltur og þú veist það og það ágætt að þú veist það já, það bara, hann sýnir það með gjörðum sínum þú veist hver hann Emitt, okay. Sko, og hann segir ekkert mikið hann hafði einu sinni sendt eldra fólki eitthvað bréfum að laga hag þess og ekki staði við það en á öðru leiti hann nokkuð konsekvent sko, þú veist hvað þú hefur hann já. En það sem að sko, eina sem mér finnst að virkilega fyrirlitlegt í sambandi við eða anstíkilegt í sambandi við stjórnmálumenn það þegar þeir sigla gjörsamlega undir fölsku flaggi þess vegna sagði ég við hana sko, það sem að þú átt að vera mikið reiðari út í það Katrín Jakobsdóttir sem gaf í skyn að hún stæði fyrir ákveðin gildi og þeirra sér hvergi stað nefnum í einhverjum hliðarleikjum sko. Þannig að þú ert að lágmarks krafa á stjórnmálamenn svo að þeir segja þér fyrir hvað þeir standi og maður veit alveg að þeir þurfa að gera málamiðlan samanber núverandi stjórnarmyndun sko, og get ekki fengið allt sett í gegn en ef að þeir skilur kúvenda þá í rauninni sko, stjórnmálamaður gerir samning við mig hann segir eitthvað, hann vilji eitthvað hann tala berjast fyrir einhverju, þetta sé hans lína og ég segi, þetta lýst mér vel á, ég kýs hann svo eftir kosningar þá snýr hann gjörsamlega blaðinu við og í þessu tilfelli kemur til valda flokki sem að sko
var löngu tímabært að hvíla vegna þess að hann var búin að gegnsósa allt kerfið og svo framvegis og átti bara að fá frí. Hún valdi að fara í það samstarf og við höfum séð brunarústirnar eftir það en sko þetta finnst mér vera síðasta sorta stjórnmálamanni þó að ég sko eins og allir segja sko finnst hún vera greind og væn manneskja Katrín en þarna bara sveik hún sína kjósendur algjörlega og þetta sem að margir náttúrulega brugðust við og gengu flokknum og töluðum að þau væri að geta skít og svo framvegis en sko þetta svona integrity eða heilindi finnst mér vera einhvers konar sko krafa á stjórnmálafólk að það standi við hvað það er og það þýðir ekki það að fá allt sett í gegn við stjórnarmyndu til dæmis en að það haldi í sín gildi og svo framvegis. Saga Katrínar Jakobsdóttur náttúrulega tragedía á slíkum level að Shakespeareskum level. Ég veit það, það er algjörlega við höfum 2 Shakespeare karakter í íslensku stjórnmálum, Davíð Oddsson og Katrín Jakobsdóttur. Já, þú segir nokkuð. Sko, þetta var vinsælasti Íslendingurinn hér ekki fyrir löngu. Já. Við töldum öll að hún gæti orðið forseti nákvæmlega alla daga nema akkurat eina daginn sem hún valdi til þess að segja okkur að hún ætlaði að bjóða sig fram. Og einmitt hvernig hún siglir þarna inn að manni syndist úr fjarska sem glæsilegur forsætisráðherra friðarboði boðandi siðbót virðist svo ganga einhvern veginn inn í þennan heim þar sem að sko þú færð þau skilaboð að þú sért svo mikilvæg að þú verðir að vera þarna á þessum stað og þú missir svona smám saman tökin á því hvaða afslætti þú ert að gefa og svo endar þetta allt í náttúrulega þessum sko þvílíkur endir á harmleiknum að Vinstri grænir hafi þurrkast út í kosningum. Grunnurinn að þessu var ekki bara hennar eigin heldur líka flokksins og ég þarf að hugsa dæmis þá sem voru fráfarandi Steingrím og Björn Val og svona sko það var þessi hégómleiki að við sem alltaf hefur verið kalluð nei-flokkurinn verðum forsætisráðherra. Það mun lyfta okkur í sko upp í úrvaldeildina. Þetta hefur verið kallað íslenska veikin sko. Það er þegar þú ert alltaf búin að komin upp í þessa tröppu. Allt í einu sko allar Vinstri grænir að breytum ímynd og verða sko landsforeldri. Sko og ég held að það er eina hugsanlega ástæðan fyrir því að þau farið þetta ævintýri held ég að liggja eitthvað staða þar sko. En hefur ekki verið flókið fyrir þig sem menningarmann bara eins og mig sem menningarmann að verða partur af þessu ferli fyrst að verða vitnaði og svo verður maður partur af því með því að maður tekur afstöðu sem að hefur núna leitt til þess að hvorki var Katrín forseti né eru Vinstri grænir ennþá til sem þingflokkur. Þetta var ansi flókið, bara svo ég ljóstri því upp. Katrín Jakobsdóttir, hún skrifaði á sínum tíma vinsamlega umsögn bókina mína sem ég notaði í markaðslegu tilliti. Ég held að árið það hafi verið 2006 eða 2007 eða eitthvað svoleiðis. Við höfum fylgst það lengi. Hún var fyrirmynd okkar mjög margra, svona menningarviti, svo villist hún þarna fer á þessar villigötur. Maður var vitni að heiftarlegum umræðum og það urðu vinslit, svo skiptir tugum þegar sama fólk og hafði stutt Katrínu áður og hort til hennar ákall dæmis að skrifa færslur á Facebook fyrir forsetakosningarna núna að það gengi ekki að Katrín Jakobsdóttir yrði kosin nú á tímum, það gengi ekki að hún væri til dæmis manneskjan núna í stjórnar með að útluta stjórnarmyndunar umbúðu með einhverju svoleiðis rétt eftir kosningar með vinu sínu sem hann hafi verið í ríkisstjórninni að sko þetta hefur ekkert verið einfalt í okkar fámenna smáríki, dvergríki Íslandi að þegar svona fyrrum jöfur
veltur á stalli. Ég ætla nú til dæmis bara að rifja það upp hér að ein mesta menningar kona Íslendinga, hún var svo reið yfir því að Katrín varð ekki forseti, heldur svo sem forseti, að hún kallaði Höllu Tómasdóttur menningar snauða peninga buddu. Þetta var ein svo kona sem hefur notið mestrar virðingar hjá lista og menningar elítu Íslendinga, en svona fór þetta nú og við erum kannski ekki ennþá alveg búin að býta úr nálinni með þetta eða eitthvað. Ég veit ekki komin aðeins út fyrir svona ramma samtalsins, en þetta samt svo áhugavert finnst mér. Já, sko þetta hérna, þú byrjaðir þetta síðasta talið þetta því að tala sko hvort að maður tæki þetta nærri sér og hérna og svona. Já. Paradísarmissir. Paradísarmissir. Já, sko en til þess að missa paradís þá þarf maður að hafa hana fyrst sko. Jú. Og mín afstaða til allra þessara mála tvöföld, þó ekki geðklofin vil ég meina, að því leyti til að ég hef skoðanir á þessu öllu saman og hef áhyggjur og gleðst og svo framvegis, en leið lít ég svolítið á þetta sem einhvers konar fugl í fjarska og horfi á hlutina hreyfast og veit að sko það er til dæmis eitt svona að því ég talaði hérna svona einhvers konar hálfgildis lögmál sem að ég hef. Það var annað lögmál sem að það sem ég kalla lögmál pendúlsins. Og það er það að allt sem gerist hefur áhrif. Sko það sveiflast. Sko það sveiflast hérna, það sveiflast fram og tilbaka, einhver gerir eitthvað ekstrím og sérstaklega róttækt og það hefur áhrif og hlutir sveiflast tilbaka. Sko kvennabaráttan á gett dæmi. Þannig kemur upp afl sem er náttúrulega bara frábært afl og sumir talsmenn þess eru dálítið harðir og miklar innan gæsalappa valkyrjur og hérna og það er alls konar fólk, ekki bara innan gæsalappa pleppar, sko heldur bara alls konar fólk sem hefur skoðanir sem að rýma ekki við þetta og allt í einu breytist einhvern veginn andrúmslofti í samfélaginu og andrúmsloft í þessum vestrænu samfélagum hjálpaði mér að finna aftur þennan punkt með hérna, en andrúmslofti í hérna vestrænum samfélagum er þannig að það er komin eins konar samþykki á nokkrar hugmyndir og það er græna hugmyndin og það er hérna það er svona liberal demokrati hugmyndin, það er að segja með tjáningafrelsi og slíkt og svo er það þessi hluti í sambandi við minnihlutahópa að við eigum að virða þá og svo framvegis og þetta er og til þess að svona afstaða nái hérna kjölfestu í samfélagi þá þarf lígilegt nokk ekki nema 10% af komandi þjóð að það er oftast einhvers konar elita, einhvers konar fólk sem hefur sterkar skoðanir og tjáir þær og allt í einu verður það hérna bara einhver samfélagsleg fötlun hjá þér ef þú ert ekki sammála og þetta er þannig til dæmis að mestu hægri flokkarnir í til dæmis á Norðurlöndum sko þegar þeir eru að tala á móti því að þú veist að hérna hleypin flóttafólki og svo framvegis þá láta þeir alltaf fylgja þetta ætti frekar að fara til gamla fólksins okkar og þannig að vörnin er alltaf fer yfir í þessi þrjú gildi, þetta er svona green, liberal, þú veist, welfare, þú veist, hugmyndafræði og hún bara stjórnar öllu. Og hérna, en þetta með pendulinn, sko, að þú veist, þegar það kemur fram mjög öflug, til dæmis eins og Me Too,
sem ég veist bara vera frábært og hérna og allt í kringu það, þá eru svo margir sem að finnst sko að þeim ógnað, þeir jafnvel segja það ekki við sjálfa sig, en einhvern veginn sko getur maður ekki fengið að vera herramaður lengur eða, þú veist, eða eitthvað svona, skilurðu? Og þetta fólk finnst að vera gert af annars flokks borgurum og þá leitar það til þess að þetta mannsins í jakkafötunum með bindið sem að talar á móti útlendingum og segir þannig maður, hann elegant, hann hérna, hann flytur góða ræður og hérna og getur talað og hann að segja það sem ég finnst þetta fer ég til hans og kýs hann. Hefur Lárus Ýmir, við komumst ekki lengra í dag, það búið að vera gaman að spjalla við þig, ég nefndi það hérna við þig fyrir upptöku þessa spjalls að hérna kannski kæmust við ekki að með allt sem að okkur langa að rappa saman, þannig að hver veit nema þú sér til í að koma hingað aftur og ég bara með fleirum að hérna, ég held að þetta sé ágætt að halda hlustendum áhorfendum aðeins við þetta efni. Sko, ég hérna talandi að breyta samfélaginu, þá eru sumir sem að segja að við verðum að fara í þessa aðgerð eða hinna aðgerðin og gera þetta, gera hitt. Og ég held að þessar svona aðgerðir séu oft góðar en stundum eru það varhugaverðar vegna þess að þeir geta haft alls konar afleiðingar sem maður veit ekki. En ég held að það sem að allavega hef ég leitað á sem mitt hlutverk og ég veit að þykist vita að þú hafi verið sem þitt hlutverk líka, það er það að með því að ræða málin og halda samtalinu sem blóðflæði samfélagsins í gangi. Blóðflæði samfélagsins, sammála því. Að þá hérna erum við að gera ekki kannski einhverjar stórar byltingar eða eitthvað, en við erum að frjóka jarðveginn og í besta falli kveikjur. Kveikjur og það er okkar hlutverk. Já, einmitt, ég er sammála við. Okkur er ekki alltaf beinlínis koma með töfra lausnindar hérna við borðið. Þetta geta þeir verið stórhættulegar. Það geta verið stórhættulegar. En ertu ekki til í að kíkja aftur til mín og jú. Kannski fá til okkar fleira fólk og höldum áfram á líkum nótum? Ég hef gaman af svona tali. Ljómandi. Og ég hef gaman að ég að ræða við fólk sem komið á unglingsárum vegna þess að mér hefur á jafnaði fundist sem viska aukist með aldri. En takk fyrir takk sömuleiðis okkur í dag og við förum yfir í aðra sálma, ekki fara langt.